búið að ganga vel í morgun, það sem að við erum eftir að fá tölur núna fyrir Glódísi. Já, það er ekki búnar. Það er ekki búnar? Eða Glódís er búin, hann er ekki búin að fá tölurnar. Hjarnan Bjarki? Já, hann er 13. í B-flokk og sýndi kynbótarhross, hann var sölkuður á Sunnagóli og hélt öllum sínum tölum og fordóm og bætti hægatölti og voru 8-5 í 9. Þannig að fyrir veður þá gengur vel? Já, það gengur vel. Finnir það stemning í fólki þá þessi rigning? Já, ég held að það sé bara fín stemning í fólki og það verður bara að bíta á jaxlinu út af þessu veðri. Ég sé að þú ert léttlætur. Já, bara svona jakst, sko. Það er bara 66 gráður norður, það er bara að fara í þá búð og þá eru við Íslendingar góður, er það ekki? Og syndamanni. Svo bara brosum við, já, syndamanni. Þú ert með 66 húfu og syndamanni, já. Þetta er allt gáð. Það er góða skemmtur og gangu vel. Já, takk. Sömuleiðis. Til hamingju með það. Já. Æja, efsta sætið. Já. Þannig við erum sátt. Já, við erum alveg sátt. Mjög sátt. Þetta var alveg frábært. Hvernig er stemningi á foreldrum í brekkunni? Hún er bara æðisleg. Ha. Er strákurinn búinn? Strákurinn minn, hann hvíldi í dag. Hann er fyrsti varahestur. Ok. Þannig að við vorum bara svo heppin hjá Herði að það fóru allir inn og þá hvíldi hann bara á. Þannig að það var bara mjög fínt. Þetta er búin að vera frá byrjun? Já. Við fórum í æfingabúðir hjá hestamannafélaginu Herði núna helgina og vorum á Margrétarhofi, æðislegri aðstöðu þar og svo búið að æfa hérna helgina og bara góð stemning í hópnum. Þetta setur veðrið eitthvað smá strik í reikningi núna en þetta er allt í góðu. Allt í góðu? Já. Það er langt síðan þú kepptir í barnaflokk? Ég hef aldrei keppt í barnaflokk. Aldrei kepptir í barnaflokk? Nei. En áttu þú einhverja ættingi hérna í barnaflokknum? Ég hef með nokkra nemendur hérna sem eru í brautinni, já. Ég hef búinn að vera að halda utan krakkana í Herði í vetur. Og maður er eiginlega ekkert minna stressaður heldur en foreldrarnir. Þetta eru ungarnir mínir eins og ég kalla þau, sko. En ert þú með hestinn á mót sjálfur? Nei, ég er bara hérna að fylgjast með. Já. Ég klúðraði úrstökunni hjá mér, þannig að... Þú klúðraðir? Já. Það átti ekki fréttast? Nei, ekki segja neitt frá því. Nei, ég ger ekki neitt, ég sé ekki neitt. Er það góða skemmtun? Takk fyrir það, sömuleiðis. Hvað er þetta að gera? Hér erum við með eina drottningu. Hvernig leggst landsmótið í þig? Vel. Veðrið gott? Það verður gott. Það verður gott? Já. Ertu með einhvern hest hérna sem að þér þykir meira vænt en annan? Já, ég kom hingað bara til þess að horfa á það Sunnukvól systur. Já. Og þær standa sig? Þær standa sig. Hún kom í fyrsta sæti og Glódís. Já. En hvernig hefurðu kynbótarhrossinn? Hefurðu búin að kíkja eitthvað á það? Nei, ég nenni því ekki. Þú nennir því ekki? Nei. Þetta er svo langdregið og leiðilegt. Ætlar að vera inn allt mótið? Já, eitthvað. Úrslitin, það verður Loki í B-flokki. Ég spái Glódísi sigur í barnaflokki, svo veit ég ekki meir. En með A-flokkinn? Ég er ekkert inn í því, ekki ennþá. Þú ert ekkert í að leggja? Já, eftir að skoða það. Ok. Er þið góða skemmtun? Já, takk. Já, góðan daginn. Góðan daginn. Hvernig fer þetta á stað? Mjög vel. Engin slagsmál? Nei. Allir voða settlegir hérna. Og allir edrú? Misblautir utan og innan, annars mjög góðir. En hjá ykkur, hvernig hefur gengið í löggunni? Það er bara gengið mjög vel. Alveg stórslysalaust fyrir sig. Og lítur þetta vel út? Þetta bara lítur mjög vel út. Eru þið ekki samt í góðu skapi í löggunni? Jú, við erum mjög góðu skapi. Tækið vel á móti fólki? Já. Sýnið tillit og sé aðeins búið að fá sér smá búbú? Það fylgir alltaf svona hátíðum, smá áfengi. Er þið gangið vel í vinnunni? Takk fyrir. Gulli. Hvernig hefur kynbótið sín komið á stað? Ég held að hún fari bara vel á stað en ég verð nú að viðurkenna það Fjölnir. Ég var nú hérna megin að horfa á B-flokkin í morgun en ég er svona vappa til og frá. Já. En auðvitað var þetta hundleiðanlegar aðstæður í morgun. Heldurðu að hafa haft áhrif á dómana? Já, ég er ekki nokkru vafa um það. Það var mikill munur að ríða í blíðunni í gærkvöldi eða í grenjandi rigningunni í morgun og svo bara þarf ekkert mörg vindstig í fangið til þess að fara að skipta heilmiklu máli á skeiði. Það bara... Og bitnar það á vilja einhvern líka þá? Já, ég meina tölvöld að vilja einhvern er náttúrulega afkasta einhvern. En dómararnir hafa ekki margt annað til þess að miða við en svona hvernig hrossin spinna sig upp og afkasta. Þannig að það er gott strax og er orðin 10 vinsti að vera grannur. Það tekur minna á sig. En þú er